Brynjarsinni frá Hæli. Mikið rétt, sportþátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi. Líkt og ég talaði áðan, þá ætlum við að byrja þáttinn aðeins í handboltanum og á línuna er komin þjálfari Fjölni sem að sigruðu fyrstu deildina þessa leiktíð og eru kominir núna upp í Ólisteild karla. Arnar Gunnarsson, þjálfari, heill og sæll félagi. Já, blessaður. Herru, ég hitti aðeins á því í flensu, ekki satt? Jú. Það bara fylgir. Já. Ertu ekki duglegur að sækja laugina eins og þú gerði þegar þú bjóst hérna á Selfossi? Jú, svo bara. Nákvæmlega. Herðu, en kannski maður byrja á því að óskaði til hamingju með árangurinn á þessari leiktíð hjá Fjölni. Þið eru bara búin að vera svona yfirburðalið á leiktíðinni. Takk fyrir það. Já, við veitum ekki með yfirburðar en við náðum að klára að það voru 5 leikir eftir og gátum þá sendt nokkra leikmenn í aðgerðir eins og þessist á að halda. Já, það varu sér að einn og einn leikmaður og aðeins svona lemstraður. Já, bara svona eitthvað uppsafn og sem eru bara gallaðir. Já. Það þurfa við hald. Það er eins og gengur og gerist í boltanum, í boltaíþróttum. Það eru alltaf margi lemstraður oft. Já, það fylgir þessu. Já. En kannski spyrði þið svona, hvernig er stemningin svona búin að vera þarna í grafunum núna á þessari leiktíð? Já, bara mjög góð. Það hefur gengið vel náttúrulega og allir voru að samtaka bara í því að koma liðinu upp og hérna það hefði verið mjög auðvelt fyrir einhver að gera síðast í voru. Að koma sér upp og það hefur bara, menn hafa bara staðið það. Já, nákvæmlega. Það má segja að þið eru það ekki bara, þetta voru náttúrulega grátlega nálægt í að komast upp náttúrulega í fyrra en það er, þið hafi væntanlega mættir greinilega bara 10 eldur til leiks á þessa leiktíð. Æfðu þið bara strax eftir umspilið í fyrra eða hvernig var svona sett upp hjá okkur? Já, þetta er svona hugarfarsbreyting líka bara. Svona ekki eins erfitt að búlja strákanum lengur út úr leikjum og hefur bara verið allega sterkari og sjálfsögðu eftir vel og allt það. Já. En við líka mistum talsvert en tókum bara svolítið unga þá í staðin sem hafa staðið sér vel og en bara eins og ég segi, hópum við bara samstíða því að gera eins vel og hægt er og það tókst. Já. Hópurinn, það er svolítið gaman að skoða hann hóp hjá ykkur, líkt og við búið fjallum í fjölmiðlum, þá er þetta mest lagt upp með bara þau sem eru uppaldir hjá félaginu? Já, það sé bara ekkert annað í boði. Við erum ekki félag sem er að borga einhver laun eins og einhver ónefnd félög og þurfum svolítið að treysta á að geta framleitt okkar eigin leikmenn og vonast til þess að þeir skilji traustinu tilbaka og síni tryggð. Það er að ganga hingað til, þannig vonandi verður það bara áfram. Veistu, er þið eitthvað búin að spá speklar að verður haldið utan allan hópin áfram eða er ykkur sem að tínast úr jafnvel og bætt við eða? Það er vel allir áfram en sjálfsögðu bara þegar lið fara á milli deilda það var alltaf einhverja breytingar og við munum að sjálfsögðu reyna að styrkja liðið eitthvað. Bæði með réttum leikmönnum sem að henta okkar leikstíl og ekki síst bara karakterum. Já, nákvæmlega. En þessi fyrsta deild, það má segja að tímabili ára allan að liðin sem eru á eftir ykkur, þetta er alveg hrikalega jafnt þarna alveg frá öðru sæti niður í 7. Það munna 3 stigum milli IR sem er í öðru sæti og svo HK og Þróttur sem er í 5. og 7. og Víking í 4. Já, IR veiðist nú verið að taka þetta annað sæti sem að ég hef reiknað nú reynda með því. Mér finnst þeir svona að vera með eina besta mannskapinn í deildinni og voru að glíma við talsveit meiðsli fyrir áramót en svo liðið svo KR er mjög gott, reynslu miklir og færir þjálfari og Þróttur, HK og Víkingur, þetta er bara allt saman góð lið sko. Nákvæmlega. En ef þú myndir tippa svona eins og staðan er á hópunum hjá þessum liðum núna, hvaða lið heldur að myndi fara upp með ykkur núna? Eða myndi fara að mætast núna?
í umspili? Ég held að IR vinni umspilið og ekki spáði bara þegar vinni KR í úrslitum. Já, nákvæmlega. Sem myndi svo þýða að KR færi upp. Já, það búið ákveð það hvort það verið fjölga í liðum í úrslit karla eða ekki. Það eru margir einmitt búin að velta vöngum sem við yfir þessu. Það er ekki búið ákveð fyrir fjöldi liða sem skráð eru en ég held að sem alveg ljóst að fjöldi liða verður nægur. Þannig að já, ég held að sem nokkuð ljóst að verði fjölga. Já, nákvæmlega. En hefur eitthvað náð að fylgjast með Ólísdeild karla þetta tímabil? Jú, maður fylgist með öllum deildum. Já, nákvæmlega. Og hvernig hefur þið fundið svona svo deild vera? Hún hefur spilast mjög skemmtilega og bara ótrúlega spennandi bæði á toppi og botni. Þannig sjálfur finnst mér einmitt alls ekki tíum best að fjölga. Ég held að það vilji koma niður að gæðum östeldar og eiginlega mikið fyrir neðrildinni sem hefur verið skemmtileg. En mjög til að spilast svona svipað því sem maður reknaði með en vinni mínir fyrir norðan er verið stöðu en ég vona vinnilega þeir náðu nú að bjarga sér. Já, það nú bara eitthvað stórfurðulegt að maður einhvern veginn sér þetta svo eitthvað skringilega fyrir sér en maður sér allt í nú Akureyri eða í fyrstu deild, ekki í úrvalsdeildinni. Já, það er ekki en já, þeir hefði bara ekki staðið sér nógu vel í þeim leikum sem að ákvæða hans og fram heima í þessari þriðju umferð. Það eru leiki sem að þeir hefðu þetta að vinna, þá væri þau bara í ágætt smálum. En þá væri fram á Selfoss hins vegar í vondum málum, þannig að þetta er náttúrulega bara oft skapstór og högg á milli. Já, en eitthvað hægt að segja svona, það er náttúrulega ekki vita hvort það tvölið sem fallaði ekki, eða það er náttúrulega ekki þetta spá í því ennþá? Nei, allir líkindum fellur bara eitt lið, fyrst að vera fjölga, allar líkur eru á því. Já. Já. Og þar vilt þú náttúrulega ekki sjá þína menn á Akureyri fara niður? Nei, en þá þegar maður er að vona það þannig að það er þetta bara. Já, nákvæmlega, einmitt. En svona topparáttan í Ólísdeild karla, hvernig, það eru svona línuna farnar að skýrast þar, en það eru 3 lið þarna í efstu 3 sætum með 33 stig. Já. Og afturhelding eru búin að vera svolítið rokkandi núna, á þessu ári. Já, þeir hafa gefið mikið eftir áramót. FH finnst mér svona að vera mjög heilsteftir. Spila líka svona hraðanbolta, keyra svolítið. IBF náttúrulega hefur verið mjög gott eftir áramót. Haukarnir hafa hins vegar verið að tapa leikjum sem að koma í bakfæði núna. Þannig að svo eru þeir vantanlega með svona 3-4 stíði fórskott, en það er bara þannig, maður þekkir það sjálfur, ef þú nýtir ekki sensa þeirra, þá bara farið það baki. Já, nákvæmlega. En það eru, 3 umferðir eftir, nei, 2, ég man það ekki alveg í Ólísdeild karla. 2 umferðir eftir. Og hvaða félag muni standa uppi sem deildarmeistari þá núna eftir þessar 2 umferðir? Ég held að það verði IBF. Mér finnst bara einhvern veginn þeir líta alveg ógnar sterkir út, það sem ég hef séð aðeins. En það er svo sem bara aðtörum annar lið á margar hátt. Það bjóst svo sem enginn við í svona miðað við hvernig eins og IBF Haukar fóru þarna á dögunum 40-23, það átti eiginlega engin von á því, svona miklu stóru. Nei, ekki, maður bjóst nú allt eins við að IBF myndi vinna, en kannski ekki með hátt 20 mörgum. En ég horfði nú á þann leik hérna á YouTube-brásinni og því miður fannst mér hann ekki skemmtilegur því að bæði liðin spiluðu með aukamannin í sókn ánast í fyrirháleik og það var svona ekki skemmtilegt að horfa fannst mér. En IBF bara miklu betri. Svona áðurinn í slepptir þá verði ég að ræða hans við fyrst til kvenna. Þar er Fjölnir í toppartu í öðru sæti, hún er hrikalega jöfn. Sérðu fyrir þér stelpurinn að grafu jafnvel líka að fara upp? Já, það geti allt eins gerst. Það er Víking næst og ef það er vinna þann leik þá er síðastu leikurinn
deildinni við Káa Þór í Dalhúsum. Já. Það verður þá úrslitaleikur, hvort liðið fyrir beint upp. Þannig að, já, það er mjög gaman. Já, nákvæmlega. En já, þetta er búið að vera gaman að fylgjast með þessum deildum á þessar leitið. Þetta er búið að vera hrikalega jafna deildir ef maður bara fer yfir alla deildir. Fyrstu deild karla, ólíksdeild karla og fyrstu deild kvenna og ólíksdeild kvenna. Það er svona búið að vera svolítið, já, hörð barátta, allan á svona tóttnum. Já, ekki spurning og góðir leikir, mest allt sem maður hefur séð og augljóst að svona handboltinn í sókn, finnst mér. Svona margir flottir ungi strákar og ég held að það gleymist oft að gæðin í neðri deildinni eru oft meiri menn halda. Við sjáum það bara, ég held að mjög gott dæmi það en bara til dæmis Elvar í Selfossi sem var þarna æfingahóp með landsliðinu núna í desember, janúar. Og alltaf hafði hann leikið meiri deild fram að þessari leiktíð, sko. Þannig ég held að þeir leikmenn sem að telja sér þurfa að fara til að fá að spila og fara í meiri deildina, ég held að þeir þurfa ekki að óttast að fyrirlið þeirra sé að fara að klára, sko. Nei, nákvæmlega. En núna, kannski, það er eitt kannski svekkjandi í Grávoginum að, já, körfuboltaliðið, þeir voru slegnir út núna af Hamri. Það hefði verið gaman að sjá Fjölnir fara líka upp þar. Já, ég reiknaði með þeir myndu klára þetta, sko, en þá var ég að tala úrslita við auðvitað líka. Þetta var mjög óvænt. Sá þarna einhverja leiki og Hamarsmenn börðust eins og ljón og hittu vel því miður. Því miður, það má segja það. Já, nákvæmlega. Já, þetta var bara fúlt. Já, bara sjokkar í rauninni. Já, en já, það er náttúrulega, hvað er svona framöndunum þeir í sumar? Er það bara æfingar eftir æfingar eða verður eitthvað frí hjá þér? Það er alltaf eitthvað frí svona eftir leiktíð og já, svo bara fara menn og fullt í að sinna styrkþjálfun og annarri þjálfun. Mjög svipað bara í fyrra, myndi ég halda, nema við fáum bara hennan auka mánuð til þess að hvíla okkur og gera okkur klára fyrir næstu leiktíð. Ég held að leiktíð sem hann. Álagið er nú svolítið mikið, eða ekki, á íslenskum handboltamönnum, eða er það bara rulla? Jú, það er alveg á einhverju vera og mikið, sko. En ég get svo sem bara tala út frá sjálfum mér, sko. Við reynt að stýra því skynsamlega og ekki verið að nota leikmenn sem að til dæmis í þriðja flokki sem spila með meistaraflokki, þá verður ekki að nota á í þriðja flokki. Það er sem dæmi og það er vissulega kemur niður á árangri þriðja flokks en það verður til þess að aðrir fái að spila þar og þá áttu kannski reyna að búa til fleiri leikmenn. Þetta snýst það, finnst mér. Já, nákvæmlega. Það man engin hver að meistari í þriðja flokki fyrir 5 árum, sko. Nei, já, hvernig er með þessa gömlu hetjur sem þú varst að þjálfa hérna á Selfossi? Minnast þeir samt ekki stundum á það að þeir hafi eitthvað tíman orðið meistarar? Jú, þeir svona munna það kannski Já, nákvæmlega. Arnar Gunnarsson, þakka að kella fyrir að gefa okkur tíma og bara gangið sem allra best. Já, en hvað með óskalagi? Herru, það er hérna Iron Maiden á línunni, Run to the Hills, ég veit ekki hvort það líst vel á það. Ég vil fá Alexander the Great. Alexander the Great, hendu því bara á fóninn. Glæsilegt. Bestu þakkir, ok, blessaður. Já, við endum náttúrulega þetta á laginu hans sem hann bað Alexander the Great með Iron Maiden. Nei, Alexander the Great, ég er ekki með þetta hérna. Við finnum út úr því snöggvast. Ég kemur þetta auðvitað, hann hefur mér þess að beðið þetta áður. My son, ask for thyself another kingdom, for that which I leave is too